myndi fór lítil hjá frá skjánum að það svona eins og það En allavega, við bara byrjum á þessu. Þeir fengu sér 3 dæmi. Þetta eitt þeirra og svo eitt með hliðtenduvinamum og svo eitt með transversrofa. Og nú ætlum ég bara að byrja að fara yfir þetta með ykkur. Þannig ef einhver ekki með þetta ósamar á hreinu, þá verður það eftir þetta. Hér bara 2 viðnám og þið munið að ég raðtengdir rás alltaf sami straumur hér og hér. Ég hafði með prófið dag upp í dagskólanum, stórbekkur og þeir eru á annarri önn. Helmingur á nemandunum gat þetta dæmi ekki. Ég er ennþá haldið þessa. En hvað það? Heildarvinum fyrir rásar, þá legg ég þetta bara saman. Bara svona, bingo. Til að finna strauminn í rásinni, hérna I, sem hér, I, þá setið, hér ómsvíktingurinn og þetta sem er spennan, straumurinn og viðnámið. Hér vatnþrýtingurinn, vöttin, aflið og straumur og spennan. Og þið munið hvernig þetta setja hendinni yfir þann stað sem við ætlaði að finna, þá stendur jafnan eftir eða formúlan og til að finna I, hendinni yfir I hér, viðnám deilt spennu og þetta er þá bara 28 volt hérna, 28 volt deilt með þessu viðnámi hérna, 480 ohm og þetta var 0, eitthvað, maður sjá. Ég nota hérna, leita mér upp þitt blað hérna, þetta var svo flott gert hjá þér, ég bara prentaði þetta út. Þetta eru 58 milliampere sem er þá 0,058 ampere og þeir þurfa að vera með á hreinu hvernig ég breyti þessi milliampere. Þetta var þannig að þið gerir fyrst svona 1,0. Þetta er amperinn hérna, þetta er ampere. Og svo gerir þið 3,0. Þetta er milli, dótið, M-ið hérna. Næstu 3 eru mikró og svo förum við ekkert neðar. Þannig að þetta hér eru amperum og þá fær þessa tölu, þetta dót hérna, hingað upp. Og það er 0 hérna og það er 0 hér, svo kemur 5 hérna og 8. Og þá er þetta 58 milliampere. Þannig að I hér er 58 milliampere, hérna niður. Og svo var spurt hver er spennan hér yfir og hér yfir. Og þá fyrir hendinni yfir U. U er jafnt og straumur sinnum viðnám. Þannig að U R1, R1 hérna, R þýðir resistor eða viðnám og U er bara spenna, þetta er bara spenna, resistor 1, spenna viðnám 1. Og það er þá jafnt og I sinnum R og það er þá í amperum, 0,058 ampere sinnum 180 ohm hérna. 80 ohm og þá fáið þið út okkar spennu í voltum. Og spennan við hittinámið alveg eins. Það er þá bara 0,0 samistraumur, 58 ampere, sinnum 300 ohm. 300 ohm og fáið út einhverja spennu hérna. Og þessar spennur samanlagðar eða ekki okkur 28 volt, cirka. Og þið fáið út úr þessu 10,4 cirka hérna. 10,4 volt og hérna fáið þið 17, eitthvað, 17,6 cirka. Og þetta fáið úr þessu 28 volt. Og svo voruð við beðin að finna aflið sem eyðist í viðnámi R1 hérna sem hiti. Og þá erum við vatnþrýtingin. Við notum hann bara til að finna aflið. Þetta er ómstöðumálið, þetta notum við alltaf og þennan bara stundum. Og vött R1 hérna, vött R1, hendinni við vött. Vött er jafnt og straumur í gegnum íhlut, sinnum spennan yfir íhlutin. Og hérna vorum við komið með hérna, hérna voru 10,4 volt hérna, 10,4 volt. Það er spennan yfir hann hérna, með ómæli, eitt própurinn hér og hinn hérna, það mæli 10,4 volt hérna. Þannig að hérna er samsagt I sinnum U. Það er þá í amperum, af því við erum með volt, þá þurfum við að halda strauminn í amperum. 0,058 ampere sinnum 10,4 volt. Út úr þessu fáið þið einhverja tölu, og það eru vött. Og það er 0,6 vött. Svona. Þetta er dæmi 1. Og í transistorunum erum við mikið með svona spennudeila. Svona viðnám og sami straumur í gegn og allavega. Þannig að þetta er bara grunnur sem þurfum að hafa alveg á hreinu. Og þetta er í verkefni 1, þetta dæmi hérna. Nú kýlum við á annan dæmi sem er þessi
sem hliðtenging og við erum bara hratt yfir þetta af því að ég held að þið þekkið þetta eiginlega flest, eða ég vona það. Og við erum ekki að tefja neitt mikið um þetta. Svona. Þurrka þetta. Og hliðtengda dæmið. Nú sjá, það hérna. Það er spennugjafi og 2 viðnám hliðtengd. Það sem að þið eru stundum að áttið ykkur ekki á, þessi mynd hér er alveg eins og þessi mynd hérna. Svona. Svona. Spennugjafinn í miðjunni og þið sjá að spennugjafanum, hann sér hvort viðnám fyrir sig sem sjálfstæða einingu. Hann fæðir þetta viðnám hér, alveg óháð þessu, og hann fæðir þetta hér, óháð þessu. Og það er sama hér. Hann fæðir þessi viðnám hérna, alveg óháð hvort öðru. Þessar myndir þetta er sama myndin. Þetta er jafnt okk. Og þið þurfum að hafa í huga að sem þetta hér sé voltmælir, rauði própurinn og svarti. Nú mælum við hérna yfir. Spennan hérna á þessu dæmi var og er 28 voltina. 28 volt. Og þetta eru 90 ohm og 60 ohm. Hér eru 90 ohm og hér eru 60 ohm. Og ef þið mæli hérna með voltmæli, mæli hérna 28 volt. Svo farið þið með þetta eftir virnum hérna, 28 volt hérna, 28 volt, 28 volt, 28 volt. Það er sama spenna yfir bæði þessi viðnám. Alveg svo hér, 28 volt, 28 volt. Og já, þetta er bara, þannig að stundum verður þið að halda að sé önnur spenna yfir viðnáminn heldur en spennugjafan, en hliðtengd rás, sama spenna yfir bæði viðnáminn. Og hér er beðið hver er spennan yfir þessi viðnám, það er 28 volt. Hver er straumurinn í gegnum R1 hérna, það er straumurinn hér og hér. Þetta var þá I, R1 hérna, hendin yfir I er jafnt og U deilt með R, jafnt og 28 volt, deilt með 90 ohm og fáið hérna eitthvað svar í amperum. Þetta er 0, eitthvað. Þetta er sem sagt 0,31, 310 milliampere. I er 2, það sama dæmið, 28 volt, deilt með 60 ohm og þið fáið út úr þessu 0,47 ampere. Svona. Og hve mikið afl tapast í R1 hérna, hér. Það er bara þessi straumur hér, sinnuspennan yfir það. Þannig að vött R1, vött resistor 1 er jafnt og straumurinn í gegnum R1, í R1, sinnuspennan yfir R1. Er jafnt og í amperum 0,31 ampere sinnum 28 volt og þið fáið út úr þessu 8,7 watt. 8,7 watt. Og þetta skiptir máli upp á það að ef þið ætlaði hana svona rás, þá þurfa að kaupa ykkur viðnám sem að er meir en þetta í afli, sem þolir meir en þetta, sem bara 10 watt viðnám eða 20 watt viðnám. Því að litlu viðnám sem við erum upp í skóla, þau eru kvart watt, þau þola 1/4 watti. Það fyrir strax upp við þetta. Þannig að maður reiknar oft út hvað er mikið vöttum upp á að geta keypt rétta íhluti. Og svo er að finna heildarviðnám með rásinni. Þetta er bara 2 viðnám og þá getum við gert það á einfaldan hátt. Það er að segja, þið hafið 2 formúlur til að reikna hliðtengingu. Það er R1 sinnum R2 deilt með R1 plus R2. Eða hérna 1 á móti R1 plus 1 á móti R2 er einhver tala deilt upp í 1. Það sama hvort þið notið. Þetta er sitt hvort formúlan gefur það sama. Þessi hér er kannski áhættu minni en samt ekki af því að þið verða að setja þetta í sviga reiknivélingar.
gerum það á vélinni, þá myndum við gera hérna svíinn 90 sinnum 60 svíi deilt með, það var bara hérna undir næsta hérna, annars svíi 90 pluss 60. Annars fáið þið bara eitthvað rugl út. Og þetta gefur 36 ohm og það er svona puttaregla, eða ekki puttaregla, það er lögmál, að útkoman er alltaf lægri heldur en minna viðnámið. Þannig að þið vitið að svarið er minni en 60. Þannig að þetta er svona þjá, nú er bara að fara yfir þetta dæmi allt saman. Þetta er svona upprifðum bara, ef einhver er ekki með ómslögmálið á hreinu, þá er það komið núna. Næst þá tökum við núna transistordæmið. Og það er svona aðal kjötið í þessu hjá okkur, þetta er transistorarnir. Og hérna er ég búinn að líma 2 transistora á blað til að sýna ykkur. Þetta er svona 3 pinna kvikindi, þeir eru allavega á húsum, þetta eru bara 2 tegundir. Og þetta er kubbur eða svona plastdæmi og oft er kannski gat hérna og það eru 3 pinnar, 3 fætur. Og í svona húsi er alltaf kollektorinn miðinn yfirleitt. Og svo getur beisið verið sikkur megin og emiturinn hér. Þetta er transistor. Þetta heitir BJT transistor, BJT transistor og þetta heitir bipolar junction transistor. Það er að segja, þið munið til díóðunni. Díóðan var úr P-efni og svo var hún N-efni. Svona, anóða og katóða. Transistorinn er alveg eins, nema hann er með 1 kubbi viðbót. NPN. Svona, 1 löpp hér, 1 löpp hér, 1 löpp hér. Hér er kollektor, hér er base og hér er emitter. Og B, þið 2. Bipolar, það eru 2 samskipti hérna, bipol, junction samskipti, það eru 2 samskipti, þetta er bara bipolar junction transistor, 2 samskipta transistor og það er þessi hér og hann er teiknaður sem sagt, hann er teiknaður svona, hér er baseinn, kollektorinn, emitterinn. Þetta er svona bara nafngiftirnar og þetta, hvernig þetta er teiknað. Og ef þetta væri PNP, þá snýr pílan hérna inn. Þegar hún snýr svona út, þá er hún NPN og þá er plús hérna uppi. Og við erum alltaf með NPN transistora sem er píluna svona út og plús hérna uppi. Þannig að fara ég mínus uppi og þá hittar hann PNP. Og það vil ég ekkert sjá. Þannig að þetta er svona hvernig líta út og hvernig eru komið til, búin til og kollakolli. En ég ætla aðeins að bara rifja upp frá því síðast hvernig hann virkar, transistorinn. Þetta er sem sagt þannig, við getum líkt honum við stillanlegt viðnám sem við getum breytt í viðnáminn í. Og þá hefur við teiknað svona kannski bara svona viðnám hérna og sem er svona vafið með svona viðnámsvír hérna. Og hér er sleikjan hérna, við getum fært þessa sleikju hérna upp og niður. Ef hún fer alveg hingað niður, þá erum við að skamhleypa hennan vír hér alveg hingað yfir. Þannig að ef það er pera hérna, við förum þetta hérna niður, þá er peran björt. Þá leiðir mikið hérna í gegn, beint hérna bara hingað yfir og hérna, peran er björt. Ef við færum við sleikju hérna upp, þá fyrir við hérna inn og í gegnum hérna viðnámsvír hérna. Og hér fellur spenna og peran er dauf. Þannig að transistor það maður líkja hana við svona viðnám sem við getum hreyft upp og niður. Og það er á baseinn hér, þetta heitir base, base, þetta hér er kollektor, þetta hér er emitter. Og þetta hérna væri þá hérna kollektorinn hérna, þetta hér er baseinn, og þetta hér er emitterinn. Þetta er svona samlíkingin. Baseinn hann stjórnar því hvað viðnámið hér í gegn er mikið. Baseinn hér gerir það sama. Og þetta er flókið að skilja þetta. Hvernig þetta getur virkað. Af því að hérna séu kubbar hérna, séu 3 kubbar hér, N, P, N. Þið munið að díóðan,
komið 2 kuba, svona, það var bara PN hérna, og spennan hérna milli var 0,7 volt, þá fór hann að leiða, 0,7 volt fór hann að leiða, og það er eins hér, þegar spennan á beisnum hér, með við emitterinn, þegar spennan hérna milli orðin 0,7, hérna, þá fer að magnið að flæða frá beis og yfir í emitter, flæði hérðan og hingað, og undir 0,7 það gerist ekkert. Svona, sko, í raun er þetta kannski 0,5 eða 6, en við höfum þetta sem 0,7 í okkar dæmareikningum. Og þegar að byrja að leiða hérna rafmagn hérna milli við 0,7 voltinn, þá opnar hann ákveðið mikið fyrir hérna. Og það heitir HFE. Þetta er kallað mögnun, segjum að HFE, segjum að það sé bara 100. Og hér er það sjáum betur kannski þetta græna, hér er 1 milliampere hérna beisnum, 1 milliampere sem fer hingað inn, hérna, inn í beisinn. Og mögnunu 100, þá fara 100 milliampere hér niður, kollektorinn, og hérna út kemur þá 101 milliampere. Svona. Það má segja að eini rafeind sem er hér og fer hér að milli, hérna, hún nær í 100 vini sína með sér þetta niður. Þannig að hérna uppi tekur eini rafeind, 100 aðrar rafeindir hérna niður og út úr þessu kemur þá 101 rafeind. Í milliamperum var þá 1 milliampere inn, svo opna fyrir 100 milliampere hér niður og þau sameinast hér bæði og það kemur þá 101 milliampere hér út. Þannig að mögnunin er jafnt og þessi straumur hér, beistraumurinn, deilt í hérna hér. Þannig að HFE er jafnt og straumur í kollektor deilt með straumi beis. Svona. Og þetta er tala sem við fáum gefið upp og svo þurfum við að hanna stigin. Og við þurfum alltaf að vita hvað HFE er. Hvaða straumur hér inn gefur eitthvað annan straum hér niður. Og transistorinn getur verið notaður sem, það er að segja, sleika hérna getur við bara hérna niðri eða uppi, það er sem rofi. Hann er í fullri leiðinni eða einlega yngri leiðinni. Og hann er notaður til þess að þið hérna, þetta er svona fjarstýrt viðnám. Þetta er bara bíllinn ykkar, kannski hérna bara þurrkurnar eða rúðurnar eða eitthvað. Það eru litlir takkar með litlum straum einhver stað sem ítið á og þeir búa til stóran straum annar staðar. Það þurfa ekki að hafa svera víra út allt upp í allan takkana, bara sem dæmi. Og þannig að transistorinn er magnari. Hann er magnari og það sem gerist hér, það er að segja, hérna er einhver viðnám, sett hérna einhver viðnám hérna á, inn í beisinn, hérna frá plúsnum, hér í plús. Og þessi viðnám hér, þau eiginlega skammta strauminn hingað inn. Það er ekki nóg að hafa 0,7 volt. Við veitum fengið þau, en svo þurfum við að hafa ákveðið magna rafeindum að punda þetta inn. Þetta er alveg sem með díóðuna. Við erum með díóðu hér, svona, þetta er bara díóða, og segjum bara hér sé 0,7 volt þetta, hérna. Og, nei, við skulum bara gera hérna kannski bara, fyrir ekki auðvitað, bara eins, bara jarðgetismynda af þessu, svona. Hér er alltaf 0,7 til þessu díóðu. Ef við erum hér er lítið eða stórt, leiðspanna komin yfir 0,7, þá fyrir hann að leiða. Viðnámið hins vegar það ræður því hve mörg milliampere eða ampere fara hér í gegn. Við erum með það að fara bara 10 milliampere hér í gegn, 0,7 yfir hana. Við veitum farið upp í 100 milliampere, samanspenna yfir hana. Við erum með skammtar fjölda rafeinda, þegar að díóðin er búin að opna, þá þurfum við að skammta fjölda rafeinda með þessu viðnámi hér. Það er sama og hér. Þetta viðnám hér skammtar fjölda rafeinda inn í beisinn, eða strauminn inn í beisinn. Þannig að þessi dæmi sem við erum með núna, þessi fyrstu dæmi sem við erum að gera núna, og skulum bara taka dæmi sem við áttum að gera heima, og
nokkru gerðu. En sumir voru ekki alveg með þetta á hreinu. Þannig sjá. Það dæmi og var svona transistor. Og þetta er bláu. Hér er bara transistor, svona. Og NPN, pínan snýr út. Og hér er eitthvað viðnám. Og hér er síðan viðnámið fyrir baseinn. Og hérna uppi voru plus 16 volt. Hérna voru 80 mA straumur og það sem við vildum fá, hérna niður. HF-ið er 40, mögnurinn líka með 40 sinnum og þessi dæmi þau byggjast á því að finna þetta viðnám hér. Í þessu tilfelli, hvaða base viðnám er hérna? Þetta viðnám spáum við ekkert í núna. Þetta getur bara verið perað eitthvað, skiptir ekki máli. Við viljum bara að hér niður komi 80 mA. Og úr því að HF-ið er 40, þá vitum við að straumurinn hér er 40 sinnum minni. Þannig að IB, straumur í base, IB er jafnt á IC deilt með 40, já fyrir ekki 80. Þetta er bara 80. Þetta er fyrir já. 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 Bjarni, uppsjö? Nei, þá pása. Þá pása. Já. Ok, já. Heyrðu, þannig að hérna þetta sem sagt, straumurinn í base, hann er 2 mA. Og áttu ykkur á því 80 eru milliampere. Og það fást í milliamperum. Þannig að straumurinn hérna inn er 2 milliampere. Svona, hérna inn. Spennan hérna er 0,7 volt hér á milli. Svona. Svona. Og ef hér eru 6, þar að segja, nú er nefnilega kemur að svolítið brasi með spennudeilingu hjá, þar að segja, þetta er eitt viðnám hérna, svona, og svo er þetta bara díóða hér, þar að segja, base emitter díóðan er svona, og hér eru 16 volt. Þannig að spenna hérna yfir er 0,7 volt, og spenna hérna, hún er þá 15,3 volt. Þessar spennur eða spennuföll samanlögð eru 16 volt. Það er eins hér 0,7 volt hérna og þá er spennan hérna 15,3 volt. Þetta er þessi leggur hér, svona, sem er hérna, svona. Þannig að spennan hérna, yfir þetta viðnám hér, er jafnt á 15,3 volt. Svona. Og þá vitum við R1 hérna, já þetta er R1, R-base, þá vitum við tvennt það. Við vitum spennuna og strauminn og þetta er fundið R-ið. R er jafnt á straumur deilt í spennu, þannig að bara R1 hérna. R1 er jafnt á U-R1 deilt með I-R1 jafnt á 15,3 volt deilt með, og nú kemur vandamálið, breyta 2 milliamperum í amper. Og ég ætla að fara aftur hérna yfir þetta með ykkur, þetta kerfi hérna. Að nullið hér, 3,0 hérna og 3,0 hér. Þetta hér er milli, M-ið. Já, bara svona, þetta er mikró. Við erum hér í M-inu, hérna. 2 milliampere. Þá er það þessi stafur hér, 2. Ef það verið 20, þá er það hér. Ef það verið 200, þá er það hér. Þannig að við erum hér með 2 hérna. Þetta eru 2 milliampere. Þetta er þá 0,002 í amperum. Þá horfum við hérna frá, sko, hérna inn. Við höfum gegnum þetta 0, það er amperum og svo ekkert hér og ekkert hér og hér kemur þetta. Þannig að þetta eru 0,002
2 ampere, svona. Og þetta eitthvað, 2 upp í 15 eru 7 eitthvað, þetta ykkur hátala. Þetta 7650, þetta 7650 ohm. Og við notum á K í kíló og það það hér, þessi gæðir hérna, og það þetta 7,65 kíló ohm. Þetta hér svarir bara fínt sko, en ef við setja í kíló ohm. Þannig að þetta dæmi sem við áttum að skila heima, eða æfa ykkur á. Nú bara getið gert að nú þetta bara hér. En hérna, þetta svona, já, það að segja, ferlið í þessu, þegar maður setja sér svona, það fyrst átt að sjá því hver sem sagt straumurinn hér niður og hver mögnunin í honum. Hjá okkur árum 40 föld, HF 40, HF 40, þá deilið þið mögnuninni upp í strauminn hér, þá fáið þið strauminn hérna. Og það eins og sami hér og hér. Þetta raðtenging, 2 mA hér og 2 mA hérna. Og þá vantar bara spennur auðvitað hérna við ná. Og ef hér 0,7 volt, þá lækka 16 það og þá er það 15,3. Hérna. Hvað segir þið? Er þetta ekki bara kristalltært? Þetta bara nokkuð svolítið. Já, ok. Bara frábært. Og núna ætla ég að taka annað dæmi, svipað þessu hérna, og svo bara hægt í kvöld og svo skutla ég okkur verkefni, kannski á morgun, sem það bara eins og það er. Það svona praktískt svona dæmi. Þið sjáu það ef að þetta væri svona, hérna viljum við, það að segja, já, þegar við erum með þessi rofa, þá viljum við vanalega að hann leiði bara eins og hann getur. Hérna erum við bara byggðum 80 mA, en nú skulum við búa til dæmi þar sem við erum með peru og við viljum að hann leiði alveg eins og hann getur. Og það er svona almenna regla þegar transistor er þessi rofi að þá á hann að vera bara eins og vír. Hann á að leiða jafn mikið og hann getur því að þá líka hitnar að minna. Þó sé svona undarlegt að segja það sko, en eftir sem hann leiðir meira þá er oft minna tap í honum. Og sem bara hér sé bara pera, bara 12 volta pera sem hann tekur cirka bara, sem bara 200 mA. Þetta er bara svona venjuleg lítil pera. Hún er oft með þessa tölu hérna og hér er bara pluss 12 hérna. Og nú eigið þið að hanna hérna rás, eða velja þetta viðnám hérna, R1 hérna. Þannig að transistorinn leiði 2-falt meira en að þarf. Það er að segja að beistraumurinn sé 2-falt meiri heldur en að þarf. Hérna niður getið þið aldrei fengið meira en 20 mA, því að peran hún stoppar það. En við viljum að spennan hér yfir, transistorinn, sé jafn lág og hægt er. Við gefum hann alveg fullt af rafeindum hinn inn, miklu meira en að þarf. Þannig að spennan hér fari kannski í 0,23 volt eitthvað og þá hitnar hann ekki neitt og peran ljómar fínt. Þannig að í puttareglan með transistor sem rofa í base er 2-falt meira heldur en að þarf. Og ef maður segja þessi transistor magni, ef maður segja magni svona bara 100 sinnum, höfum bara HF er jafnt og 100. Svona. Ef hér, þetta er sama tala á áðan, það gengur ekki. Við skulum hafa að hann magni þá hann bara magna bara, já, við skulum bara segja ykkur að tölu, við skulum segja þetta bara 150. HF er 150. Fæ ég ykkur að skýta tölu út úr þessu, maður sjá. Það sett ég reiknivél hérna á. 200 deilt með 150, er það eitthvað ömurlegt? Já, það er ömurlegt. Það er 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Má sjá. Ekki batna þetta. 200 deilt með 175. Ekki batna þetta. Heyrði, höfum við bara fram. 150. Mögnunin.
Þannig að straumurinn í beisnum hérna, IB, hann þarf þá að vera, einhver tala, IB, tökum þetta hérna, IB þarf að vera 200 mA deilt með mögtuninni 150 og þá fengum við út úr þessu 200 deilt með 150 1,33 ampere. Nei, fyrir ekki milliampere. Þetta var ekki gott. Milliampere hérna. Þannig að hérna er 1,33 milliampere. En nú ætlum við að tvöfalda þau. Nú ætlum við að segja IB hér sinnum 2. Hérna eins og hérna. Og þá erum við komið með 2,66. 2,66 milliampere hér. Hérna inn. Þá keyrum við, það er kallað hérna í mettun, þá er eins og vír hérna og hingað, bara hérna á milli, er bara tengt eins og vír, næstum því. Það er mjög lítið viðnám í þessu. Af því við erum að keyra það mikið inn í hann, inn í beisinn. Og þetta er svona praktísk rás. Þetta er transdúsir-rofi, er alltaf með beistrauminn tvöfalt meira en það þarf. Og þá er R1 hérna, spennan hérna frá beisi og yfir emitter, sama áðan, 0,7 volt hérna milli, svona, og spennan hér yfir R1 viðnámið er þá 0,7 minus 12, þannig að spennan hér er þá 11,3 volt. Og nú er bara að breyta 26 milliamperum í amper og deila þeim hérna upp í. Og það sama áðan, þessu 3 sæti hérna, við erum að vinna hérna bara hér, þetta er milli og 2,66 þá erum við með stafina, þetta er milli, þá er 2 hér og 6 hér og 6 hér. Þá færum við þessu milliampere hingað upp. Og þá er bara dæmið R1 hérna, R1 er það jafnt á 11,3 volt deilt með 0,00266 ampere. Og nú fáum við hérna einhverja tölu sem er viðnámið í ohmum. 11,3 deilt með 0,00266 jafnt og 42,48. 42,48, þetta er 4248 ohm eða cirka 4,25 kiloohm, svona. Þannig að þetta semst, þið munið þurfa að reikna dæmið, þar að segja, ég mun spyrja að prófinu í þessum dæmum hérna, hver þarf straumurinn að vera til að fá 200 milliampere og hver þarf hann að vera, það er að segja, hvað þarf við að vera stórt til að við tvöföldum beistrauminn frá því sem hann þarf að vera. Og þá er hann örugglega keyrður í fulla leiðni og er sem rofi og þá er það ekki mögnu lengur, þá er hann að leiða alveg í botni eins og hann getur. Og þá er hann sem rofi. Hann er bara on eða off, on eða off. Enginn ekki til að spana eitthvað inn þennan mögnum. Þannig að þetta ætla ég að fara yfir með ykkur í kvöld og ekki meira. Við þurfum að fara í að það fara önn. Það er þessi BJT transistor sem gæði hérna sem rofi, nú erum við því, og síðan förum við hann sem magnara, sem magnari. Og þetta er svona kannski sem helmingurinn af önninni. Það er að vinna í þessum gæja hérna sem rofa, nú erum við ekki múin að klára hann vonandi bara næstu viku og þá komum við inn í febrúar og þá förum við hann sem magnara og förum við það. Síðan tökum við það sem kallað er þyristor. Þyristor, það er bara díóða sem getum stýrt og kveikt á henni. Eða reyndar eru það tvær í sikkur áttina, svona. Teiknum þá svona og, nei, þetta átti að vera svona. Svona, þetta er þyristor.
Þetta eru allir dimmerar og svoleiðis. Og síðan förum við í aðgerðamagnara og það er að segja, kallað O-bump. O-bump og hann er teiknaður svona þríhyrningur hérna og með feedbacki yfirleitt svona. Og svo förum við í MOSFET transistora. MOSFET transistora og þeir eru svipaðir og þessi gæjar hérna. Þeir eru teiknaðir einhvern veginn svona. Svona. 3 skaut líka. Þá heita þau drain, source og gate. Þannig að þetta er viðfangsefnið þessarar annar og við leggjum mest áherslu á þetta hér, þetta er svona grunnurinn að þessu að skilja eins og rofi og magnara því að þetta getur líka verið rofi og magnari og þetta er bara magnari yfirleitt, þetta hérna og þetta er svona afldæmi, það getur verið með mótorstýringar, rennibekki, vél allra dót sem er með þýristóra